Það stendur mikið til hér á Húsavík helgina en þá verður landsmót ÖMFÍ fyrir 50 ára og eldri haldið. Hvernig gengur undirbúningurinn? Undirbúningurinn gengur ágætlega. Það hefur verið að fínpússa hér velli og svæði og reyna að gera þetta allt saman klárt sem það verður. Og það er náttúrulega meira, þetta er skemmtilegur undirbúningur, heilmikið líf og fjör. Þannig að við erum bara fullt tilhlökkunar. Og hvað, búist þið við fjölda manns á svæðið? Já, við vonum það að hér komi fjöldi manns og verði með nokkur hundruð keppendur. Það sem hafa verið keppt í ýmsum greinum og allir geta fundið sér eitthvað við hæfi en aðalatriðið er hreyfing, heilsa og það að hafa gaman saman. Nú var þetta mót fyrst haldið árið 2008 og mér skilst að áhuginn fyrir því færi bara vaxandi. Hvers vegna heldurðu að það sé? Já, það er rétt. Áhuginn fer vaxandi og ástæðan er einfaldlega sú að þarna koma saman oft gamlar íþróttakempur og eins og ég sagði, fólk kemur og hefur það gaman saman, snýst heilsu og þetta er náttúrulega mjög góð viðbót við þessi landsmót. Og þannig að það er ekki skrítið þó að þetta muni vaxa á þetta að vera stærra og stærra. Og maður í raun og veru svo ánægður að vera orðin 50+ þannig að maður getur tekið þátt í þessari skemmtun. Og þetta er í fyrsta skipti sem að mótið er haldið hér á Húsavík. Hvernig er bærinn í stakk búinn til þess að halda svona mót? Já, hann er vel í stakk búinn að öllu leyti að við teljum og eins og sagði, þetta verður klárt í tíma og aðalatriðið er það að hingað komi fjöldi fólks og við munum að sjálfsögðu sjá til þess að veðrið verði gott þannig að það þarf ekki neinu að kvíða. Og eins og þú sagðir áðan, þá er náttúrulega verið að keppa hérna í ýmsum greinum og ýmsum óvenjulegu greinum og í ár verður boðið upp á nýstárlega grein heldur betur, stífvélakast. Já, sá sem hér stendur ber nú ábyrgð á því og svona til gamans þá setti ég nú sem skilyrði eiginlega að við erum formaður landsmótsmótar að fengi ákveða eina íþrótt, eina keppnisgrein og það er þannig að hér verður keppt í stífvélakasti með ákveðinni aðferð og ég ætla að nota tækifærið og skora á þig og biðja þeim að kasta og þannig að við getum sýnt áhorfendum hvað greinin snýst. Heyrðu, ég tek þeirri áskorun en áður en ég tek henni þá verði ég samt að spyrja þig. Þú hefur verið bæjarstjóri hér í Norðurþingi í 8 ár en ert nú að fara úr stólnum. Hvað tekur við? Í hvað ert þú að kasta þér í? Nei, það er ekkert ákveðið. Ég ætla nú fyrst og fremst bara að gefa mig tíma með minni fjölskyldu sem hefur nú kannski 8 tíma sitið á hakanum í erilsömu starfi og svo verður maður bara að sjá hvað setur. Það kemur bara í ljós en ég er bara ánægður að hafa tekið þessa ákvörðun og vona svo sannarlega að allt gangi hér vel eftir þessi ár og mun róa á nýmið. Herru, en kíkjum á stífvélakastið. Ekki málið. Já, ég byrja þá bara. Það er þannig að það er nú til nokkrar aðferðir í þessu stífvélakasta en við munum einbeitt okkur að einni, svona hefðbundinni. Og það er bara þannig að þá er að kasta þessu eins langt og mögulegt er og til þess þarf náttúrulega ákveðna tækni og ákveðna sveiflur. Og hér höfum við þá svona ímyndaða línu, ég er ekki með spraybúsa eins og þeir hjá H&M og þá stendur maður þannig og maður snýr baki í þá átt sem maður ætlar að kasta og það verður að halda utan þetta með báðum höndum og síðan er bara í raun og veru nóg að sveifla og mátt taka svona og síðan til að losa þetta þá flýgur það áfram. Þannig að nú færðu tilraun til að sýna hvað í þér býr, hvað þetta varðar, en ég næ hér í stígvélið. Þannig að gjörðu svo vel, þú voru aðeins að teygja á bakinu, ég ætla ekki að bera ábyrgð á meiðslum þínum ef það skyldi koma, þegar það verður að gera þetta með mýkt. Þannig að þú dregur þetta og tekur síðan ægilega sveiflu og maður gjarnan öskra. Já, en þá er ég náttúrulega 10 ár eftir í fyrstu, sko. Ég tek þetta betur eftir 10 ár. Þeir eru hann keppnishæf á þessu landsmóti.